Já, velkomin að Rauðaborðinu á 50. kvöldi í lok janúar. Hérna hafa vanalega verið sagðar fréttir klukkan 8 en við erum með það í salti af því að það er svona, okkur líst ekki alveg á hvernig Logi Einarsson, menningarráðherra, er að stilla upp samningu sínum við stórfyrirtæki sem halda hérna út í fjölmiðlum eins og Morgunblaðinu og Sýn með því að færa hluta auglýsingafé RÚV til þeirra. En í þeim samningum þá einhvern veginn var sett inn ákvæði sem að gengur svona þvert á það módel sem við erum með hérna, að við þyrftum eiginlega að hætta með útvarp og sjónvarp og fara að skrifa fréttir á vef til þess að hafa möguleika á þessum styrk. Þannig að við erum í miklu tómarúmi. Við erum í, hvað heitir þetta, stjórnmálalegri óvissu. Herðu, en við erum satt með fréttamenn, þótt að við séum ekki með fréttir. Hérna er Björn Þorláks og Sigurður Magnús. Það er nú eitthvað að fréttum, það er hérna, ríkisstjórnin er að gera á sig, eins og sagt er. Já, verðbólgunni. Verðbólgunni, 5,2%. Sleggjan hérna, það er fólk að hrópa út á götu, við viljum sleggjuna að spjarna aftur. Nú liggur leiðið niður á þjóðum í fylki. Ég veit, þetta er að komið strax bara. Já, nei, Gallup er náttúrulega tekið á heilum mánuði, sko. Já. Þannig að sérst kannski ekki alveg það, sko. Ég veit ekki hvort að það byrtist, sko, beint. En hvað hafið þið tilfinningu fyrir að fólk hafið almennt lakar núna heldur fyrir ári? Nei. Almenningur? Held ég ekki. Ekki? Nei, ég veit það ekki. Það er kannski meira það að vonin fyrir marga að hafa það betra. Hún er svolítið að bregðast. Þetta vakst á okkur tímabil því færi að linna. Já, við erum að horfa á hækkaða stýrivexti næst. Ef það er eitthvað að marka en náttúrulega. Svo voru uppsagnir í gær eins og 45 manns hjá Díkót og eitthvað slatti hjá Alveg rétt, sko. Ekki nú gott, sko. Mér finnst heimildin svolítið hitta á það með fyrirsögn sinni af verðbólgumælingunni í morgun, sko. Lofuðu að lækka verðbólgu en juku hana. Já. Þannig að mikið af þessari hækkun núna er stjórnvaldsákvarðanir og klúður. Já. Og þeir segja eitthvað svona, já, þetta er nú bara einskiptis og eitthvað svona, en þetta er náttúrulega grafalvarlegt því að þetta hefur áhrif á allar skuldir landsmanna, þetta eru bara margir miljardar sem er svo ákvarðan. Við sjáum líka svolítið hvaðan þau koma. Það er oftrú þeirra á markaðinn, það er oftrú þeirra á að það sé hægt að velta yfir á markaðinn, olíufélaginn, einhverjum ábyrgum stjórnarháttum, viðskiptaháttum, hvaða börn eru þetta? Þú veist, þetta er, mér finnst þetta ekki gott, sko. Hvernig þau hafa einhvern veginn tala svolítið alltaf eins og gamli sjálfstæðisflokkurinn bara núna með einhverja nýja ofurtrú, sko. Ég held að þú spurðir að hann, já, ég spái því að fylgið þeirra fari að lækka núna nokkuð bratt í konum. Þetta sé að trúverðuleikin sé, ég held það. Þetta er mikið áfall fyrir það. Við erum eiginlega búin, já, mikið áfall. Þau stíga fram og segja, okkar aðalhlutverk er að ná hallalausum fjárlögum eftir 1 ár, ná niður verðbólgunni. Ekkert að þessu er að gera, sko. Nei, við trúum þeim ekki lengur. Nei, og líka því að þau segja að þetta er okkar meginverkið, þess vegna verður svo margt annað að bíða. Þá er ekki alveg skott að gera allt hitt, sko, ef það er eitthvað sem er ekki nárangur í þessu. Ég held að þetta sé verulega, ég held að þetta muni breyta gangi mála töluvert mikið, færa handónýtri stjórnarandstöðu, alvöru vopn í hendur. Og dagar Víns og Rósa þeim er endanlega lokið. En stjórnarandstaðan er ekkert að taka það upp það sem að þau fara núna og vilja reka Palestínumenn en aftur í Sældina. Já, í Sældina í Gaza. Fólk þetta segir bara varaformaður Sjálfstæðisflokksins. Herðu, bara uppbygginguna heima bara. Það sem fólk hefur ekki tjöld til þess að verja sig fyrir kulda og regni. Nei, og liggur í vatni, sko, regnvatni. Ekkert. Ennþá loka fyrir innsendingu á matvælum og ennþá verið að drepa fólk. Það er ekki salerninu sinni. Það er hvað sem að Jens Kara vill senda fólkið. Þetta er svo rosalegt. Það getur ekki gengið örna sinna á mannlegan hátt. En Snorri Másson hafði komið daginn áður og sagt að við verum allt og rausnarlega á því að veita ríkisborgararétt sem ég aldrei heyrt áður. Ég man að fyrir svona, ég held að séu kannski 4 ár. Þá bar ég saman hversu mikið Íslendingar gefa út ríkisborgararétt hlutfallslega miðað við Svíi minni með það verið. Og þeir eru svona 3 svona fleiri sem að fá ríkisborgararétt þar. Þannig við erum mjög treg á að veita ríkisborgararétt. Við vorum að bæta einu við núna. Síðasta meðlinum í Pussy Riot sem var að fá
Það eru eitthvað 17.000 mann sem hafa orðið ríkisborgarar frá 1991. Alls konar, maður sér það þegar maður skoða hvaðan það kemur, það er mikið bara að fólk er að gifta sig og maður sér það, en ég veit ekkert, en það er svona hugmyndum að það sé fólk frá Mið-Austurlöndum sem að fá ríkisborgararétt, þannig að svindla sér einhvern veginn í gegn. Ég sé engin slík merki. Það er ekki fleiri af þeim. En Snorri var eitthvað að tala þetta í gær og þá ákveður Jens Garðar sem er varaformaður flokksins sem er í svona nauðvörn að einhvern veginn að ganga enn lengra eða? Hann gengur enn lengra, hann bara spyr hvort það sé ekki tímabært að við sendum það aftur heim þessa palestínumenn sem við höfum verið að hjálpa að bjarga mannslífum síðustu ár og mér veist Eiríkur Rögnvaldsson málfræðingur mér veist hann hitta svolítið á það, ég held hann tali fyrir hönd margra, hann segir þetta er eitthvað það ómerkilegasta og fyrirlitlegasta sem komið hefur frá íslenskum stjórnmálamanni í seinni tíð og hann vísar bara til þess hvað Gaza er hræðilegur staður og hvað þetta er gjörsamlega verið að snúa öllu á haus, bara þess utan hvað speglast í þessu bara mikil rasísk og ógeðsleg skoðun þannig að varaformaður Sjálfstæðisflokksins það er alveg rétt hjá þér, þau þurfa nú eitthvað að taka sig á ef þau ætla að auka trúverðuleika sinn með sama hætti og ríkisstjórnin þarf að auka sinn trúverðuleika núna. Ég er vissum að Eiríkur Rögnvaldsson hefur mælt fyrir munn okkar margra. En ekki? Það er fyrir svona vísi þar sem Jens Garðar er svona, við eigum ekki verið hræddir við að taka umræðina, það er alltaf sagt það. Eitthvað sem sendi frá sér eitthvað svona, bara, þetta er rasismi. Þetta fólk bara eigi ekki heima hérna. Fólk frá Mið-Austurlöndum bara mun aldrei aðallegast í íslensku samfélagi. Við erum bara að losna við þessu óværu. Hvað er skordýreitrið? Getur ekki spreyjað á þetta fólk? Hann er að tala svona. Og svo kom þetta fram og sér þetta að taka við ykkur umræðu. En hugsa ykkur hvernig þetta væri umræðin ef að María Lilja væri ekki í veikindum. Væri að með fréttir frá Gaza. Já, hvað hún myndi segja. Það væri sterkar en við strákar. Löggan er nú að rannsaka þar hvort að sé hægt að smíða einhverja ákæru hana. Því það var einhver af þessum köllum sem að kærðu þau. Þannig í Solaris. Pabbi Diljár. Ekki Einar Halldórsson. Séu glæpa fólk sem er að aðstoða fólk í neyð til að koma til Íslands frá hungurdauða. En af því að hægri menn eru alltaf að segja sérstaklega Brynjar Níelsson hann er komin á þing. Já, hann er komin á þing. Þeir eru alltaf að halda því fram að vinstri menn líti aldrei glaðan dag og hann skrifa mjög oft að samstöðin þegar hann fylgist með samstöðinni mér sýnist á hann hlusta á hvernig einasta þáttið að horfi en hann segir stundum að við virðumst aldrei líta glaðan dag af því að við erum með gagnrýna umræðu þá held ég að ég ætla að nota ég ætla að henda búmeranginu og segja að ég hefði ætlað að Jens Garðar í stað þess að vera að búa til ófrið og hatur við palestínumenn hér á landi, þá held ég að hann ætti að gleðjast yfir því að kjósendur hans eiga von á gríðarlegri búbót og hans heimafólk með allir þeirri loðnu sem nú er búið að finna og stefnir í bara algjör umskipti frá því sem verið hefur. Það er besta loðnuvertíðin í mörg ár held ég. Er það ekki? Það var engin í það. Nei, já, ég veist þetta, en ég var bara lasið hann að vera svona mikið, Þetta eru fréttir sem að muna austfirðinga öllu. Þeir hafa nú verið í mörgum vondum málum með jarðgangamálunum og öllu því. Vestmannaeyja líka, skiptir máli fyrir þá. Já. Maður fyndi þarna í Silfrinu þegar Sigurður Ingi var að kvarta yfir því að Vestmanninga fengju ekkert úr vega en þú veist það er náttúrulega þeir eru búin að fá ferjuna og Landeyjahöfn og allt saman og það er náttúrulega meiri hlutin af vegakerfinan inni er eiginlega innanbæjarmál þannig að vegagerðin á ekkert svo mikið að vegum í Vestmannaeyjum sjálfum sér, þú snygglast ég ekkert stórkostlega að því að þetta kom 1 ár þar sem að Vestmannaeyjar fá ekkert eftir að það fengið þarna Landeyjahöfn og ferjuna og allt þetta
Hann þingmaður þessa kjördæmis. Já, það er svona þessi stjórnarandstöðu ólund var í Silfrinu. Hún er orðið sett að vandamál í Íslandi. Já, hann verður að halda út maðurinn án til að vera kosin nýr formaður um miðjan febrúar. Það er eins og þetta fólk get ekki litið bjarta dag. Herðu, en það er eitt sem að ríkisstjórnin er að gera sem að ég held að sé mjög óvinsælt, sem er að búa til eitthvað svona kvótakerfi og láta ykkur að stórfyrirtæki fá auðlindir sem að ekki í fjörðum landsins við að vera það með sjókvíaldi. Og Hanna Katrín kom með eitthvað frumvarp sem er eiginlega bara kvótafrumvarp sem er bara lífmassina og svona mikill í þessu firði og þessu firði og þessu firði og þeir fá þetta úthlutað og svo verður þetta bara svipað á þeir sem voru lóðirnar hérna og þeir selja þetta bara strax út og bara kassar þetta inn að hafa fengið ókeypis kvóta, þú þarft ekki að borga sára lítið fyrir þetta. Og þannig þeir kastið út, þó svo þeir eigi líka fyrirtæki sem að kaupir þetta af þeim, Þannig að það verður örugglega tekið út úr þessu 10 milljarða bara á næstu árum. Fáránlegt mál, mjög óvinsælt bara út af reynslunni af kvótakerfinu í sjávarútvegi, mjög óvinsælt út af náttúrusjónarmiðum, óvinsælt af bara mörgum ástæðum. Enginn í stjórnarandstöðunni getur tekið þetta mál upp, af því að þeir myndu helst vilja ganga lengra. Þeir myndu helst vilja gefa peninga með, Sem raunverulega verið að gera, Sjálfstæðisflokkur og Miðflokkur finnst bara ekki nógu mikið gefið, Myndu helst vilja gefa meira. En verður þetta veruleika? Þingið stoppar þetta ekki. Hver í þinginu þetta stoppar þetta? 70% kjósenda Viðreisnar eru gegn þessu og samt er þetta keyrt fram og við sáum fulltrúa fjórðavaldsins svokallaða fjölmiðlana í Jóhönnu Vigdísi í RÚV í gær frekar vera bara á hinum ásnum. Og bara hneyksluð afhjúpa bara hneyksli að menn var að móta þessu. Sauðgæfur, fulltrúi, atvinnurekenda og þeirra sem að borga öðrum laun alltaf í liði með þeim mér dettur enginn í hug sem getur barist gegn þessu. En af hverju er flokkur fólksins Samfylkingin og Viðreisn með þetta mál? Það er rosa góð spurning. Er valdpeningana svona rosalegt að það skiptir engu máli hvernig þú situr þarna inn að allt í einu fer ráð þegar hann bara hlýðir? Það er bara búið að kasta inn nýjum akkerisfestum á milli þessara flokka og þeirra sem eiga landið á meðan. Þetta er alveg grátlegt, Strákar í alveg tala, Þessi ríkisstjórn fór vel af stað og hefur haldið hún fekk byr frá þjóðinni. Og hefur ekki fengið eina stóra raskellingu. En við höfum nú verið að benda á þess að hvernig luku þingin í sumar hafi ekki verið gott. Þau bara náðu fáum málum í gegn. Ekki málum sem var svona þokkaleg samstæðum aftur jólin, þeir náðu ekki miklu gegn. Tillögur þeir í húsnæðismálum, vonandi kemur Ragnar Þór og rífur þetta upp og kemur ykkur alvöru tillögur. Því að það það bætir ekki hitt, Ragnar ber að gera það en svo allt hitt eins og við erum talað til dæmis eins og með sjókvíaldið og þetta er bara orðin ykkur lífandi þvæla. Bara sami niðurskurðurinn og áður var Það er líka þau hafa alltaf keyrt 90% af sínum málflutningi mikilvægi þeirra í brúnni sem kaftinar í brúnni, íslensku þjóðarskútu brúnni. Þau hafa keyrt 90% af málflutningi sínum á hvað þau séu gott rekstrarfólk. Það er alltaf rekstur íslenska ríkisins með okkar aðferðum ætlum að slá á verðbólguna, vextimunu lækka og allt það. Það trúir þeim enginn í dag. Þau voru að taka ákvarðanir sem hafa hækkað verðbólgu töluvert, vextir munu hækka. Við héldum að þetta myndi mögulega ganga hjá þeim, en hvað situr eftir af þeim ef stóra rekstrarplanið gengur ekki einu sinni heldur? Með 2 sprenglaðra hagfræðinga hana í lykilstöðum. Af því að þau hafa bara mikið til látið mannúðarmálin eiga sig og látið svona þá sem eru undirskipaðir í samfélaginu eiga sig. Og hvað eru stór átökin í skólakerfinu til þess að skólakerfi geti mætt fleiri börnum með erlendan uppruna? Kannist þið það? Nei. Hvað er stór átökið í heilbrigðiskerfinu sem er bara ótti eða svona uggur bæði á höfuðborgarsvæðinu og sérstaklega út á landi að heilbrigðiskerfi sé orðið svona veikt, fólk er að velja sér búsetu út af aðgengi til heilbrigðismál. Hvað er hugrekki til að skera fitulagið sem er hér og þar? Því að við erum sum okkar lepja rjóma á meðan aðrir lepja dauðan og skel og margir hafa kallað eftir auknu pólitísku hugrekki til þess
sem að þurfi til þess að jafna kjör ofanfrá en það eru bara mér finnst enga lausnir á borðinu núna. Svona er þetta. Þetta verður erfiður vetur og það er margt í efnahagsmálunum sem lítur ekki vel út, þannig að ég held að ríkisstjórnin þurfi að skipta einhvern veginn gír. Ég ræddi það svolítið þegar þingi byrjaði, hefði fundist að ríkisstjórnin að leggja einhverja línur. Við erum komin þetta saman á vorþingi og það er þetta sem er mikilvægast og þetta ætlum við að ná í gegn eitthvað svona. Af því ég held að það sé ekki að sniðugt að bara verja sig svona áföllum og vona að við björgum okkur einhvern veginn fyrir horn og kannski getur Kristrún reddað þessi kastljósi í kvöld og eitthvað svona. Af því ég held að það vantar út í þjóðina svona á hvaða leið erum við eiginlega. Já. Og hvað er framundan? Mér finnst það bara alls ekkert skýrt frá stjórnvöldum. Og unga fólki á Íslandi skilið eftir. Það er enn ekki búið að hjálpa því, nei. Nei, ekki. Hvað var það íbúða möguleika og mikil stéttaskipting, efnahagsleg stéttaskipting. Sem allir sjá. Já, sem allir sjá. Milli þeirra sem eiga og þeirra sem eiga ekki. Já, sem er eitur í samfélagi, sem er eyðileggur samfélag. Algjört eitur. Þannig að það er bara mjög mikilvægt að En kannski er eitt sem að bjarga ríkisstjórninni, það er handboltalandslið. Já, nú ætla ég að fara að segja, þetta er að verða svolítið mikið myrkur hérna hjá okkur. Það getur verið að það verður allir bara svo glaðir að við verum ánað með ríkisstjórnina og ríkisútvarpið. Sjókvíeldum allt. Sjókvíeldum. Má engu breyta á Íslandi. En hvernig, við erum að spila við Dani á morgun. Ég horfði á danska leiki. Ég sá ekki það sem er 2 móti Portúgal. Þannig ég gæti ekki séð hvernig liðið brást. Nei, ég hef ekki heldur hort á þann leik. Brotnaði. Ég hef séð leiki sem þeir bara taka í nefið, sko. Það er ótrúlega gott. Ég bara séð þannig leiki með þeim. En svo hvernig þeir sneru leiknum gegn Norðmönnum í gær. Tók bara 5 mínútur að búi til 10 marka forskot. Það var ótrúlega. Hvað er Norðmennir geta brotnað? Guð, ég vona að við förum ekki að brotna svona. Því að það er svona 3 útgáfur af leikjum sem við hafa verið í. Þeir að tapa einum. Þeir hafa verið 2 svona held ég sem hafa verið svona í járnum en þeir unnið með svona 3 mörkum. Svo restina hafa þeir sko bara valtað yfir andstæðingi sko. Þannig að hann bara brotnar og upplifir hann hafi bara ekkert erindi inn á völlin og er bara vonast til þessum leik ljúki sem fyrst. Eins og Norðmennirnir voru í gær sem að voru bara... Skelfileg. En svo þessi Gilsen eða hvað heitir hann númer 19. Það snýst svolítið mikið hann sko, ef okkar mönnum tekst að stöðva hann með einhverjum hætti. Matthías Gilsen. Ævintýralega góður. Minnir mig næstu því þegar maður var að horfa á sko Maradona. Því þegar tóku kannski einhver innkast og kastaði Maradona, þá gerði hann eitthvað óvænt við boltana sem maður aldrei séð áður. Ég sá hérna nokkuð svona augnablik með þessum manni. Það sem hann bara allt í einu hérna er að fara að hanga, snýr sér einhvern veginn við og þegar hann er að brjótast í gegn, okkar maður er náttúrulega frábær í Gísli hérna og hann fer yfir með 2 á öxlunum. En þessi gaur, hann einhvern veginn snýrði maður, þannig að hann er alltaf með 1,5 metr bara frían og hinn er bara að hlaupa eitthvað í burtu. Frá honum? Já, ótrúlegur handboltamaður. Hann er Maradona án egósins og alkoholismans sem að Maradona glímdi alltaf við. Hann er vist sko hérna mjög hlédrægur og hæglátur og auðmjúkur og svolítið eins og Gísli okkar sko. Hann lítur út eins og svona bókari sem að vinnur í Bíkó. Mér finnst hann lítur út eins og suðurþingja sko bóndi. Þetta er besti handboltamaður sem ég sé lengi. Já, hann er frábær. En ég held að þetta sé gott að við dróumst gegn Danmörku. Ég held að myndi ná að komast í Íslands landsliði ef hann væri í Íslandsliði. En ég held að þetta sé gott að við dróumst fyrst gegn Danmörku. Þá er það bara frá, það eru ekki mikla líkur á að við vinnum leikinn en ég er viss að við munum tapa honum með reisn, ég er ekki træddur að við brotnum. Ég held að það sé orðið svo gaman hjá þeim að ég held að muni bara gera sitt besta í báða leikina. Sko, hitt er bara svo, það er svo erfitt að orða það. Sko. Og svo bara finnst mér, ef við töpum þessu leik eins og við ættum að gera, þá finnst mér bara mjög góða líkur á að þeir noti tækifæri 2 gegn Króatíu sennilega. Mér finnst líklegt að Króatía og Ísland mætist í Króatía vinni Þjóðverja? Nei, Þjóðverjar vinni. Nei, Þjóðverjar vinni Króata. Mér finnst það líklegra. Mér finnst það líklegra að Alli, Þýskaland og Danir fari í gull viðuregnina en við fáum Króata aftur og ef við náum að vinna síðasta leikin okkar gegn Króatíu, þá finnst mér það persónulega miklu sætara heldur en tapleikur þar sem við fáum silfur. Ég er þar. En ef þú ætlar að vera heimsmeistari, það verður hvort sem er að vinna Dani. Þannig er alveg gott að vinna það núna. En þetta er Evrópumót. Já, Evrópumót. Já, og svo er ég ekkert að segja að kraftaverki get ekki gerst. Ég meina,
Það er alltaf kraftar sem geta gerst. Ég fer stundum að skoða söguna og ég tók hana saman að ef við tökum bara á þessari öld þá hefur við unnið á tvisvar. Tvisvar er verið í jafntefli og þeir hafa unnið okkur 7 sinnum. Þetta er 27% líkur. Ég myndi segja líkur. Já, ég myndi segja líkur það væri svona aðeins minni af því það sem við höfum unnið á, þá hafa þeir ekki verið í stuði. En helvítis kvikindin eru í stuði nú. Þannig við erum að hitta danska landslið bara á toppi. Eins sterkt og það getur orðið. En við erum náttúrulega eins sterkir og við höfum nokkuð tíma verið. Já. En ég myndi samt segja að okkar sterkasta og þeirra sterkasta ef leikformið er svipað, þá erum við svona 5 mörkum undir. Já, allavega það. Allavega það, sko. Ég held það. Og bara breytin þeirra líka, við vitum að línan hún er ekki nógu sterk hjá okkur og við vitum að við erum með meiðslið þarna leikilvarnamanni. Já, það er sama, sko. Þeir eru með toppmenn, 2 toppmenn einhverju einu stöð. Viktor verður að Viktor þarf sko absolutely að verja eins og berserkur. Og ef að liðið mætir ekki í svona yfirsnúningi á völlin, allir séu bara kalm og meðvitaðir, þá held ég að við höfum alveg séðans. Ég hef alltaf fundist það í þessu móti, við getum unnið alla, en við getum ekki að tapa fyrir öllum. Þannig að mér finnst, ég segi þetta ekki 50-50, þetta við erum náttúrulega Davíð og þeir eru Góliat. En munið það sko... Staðin er 0-0 þegar leikurinn hefst. Já, og það var gaman að heyra hann Gísla hérna bara verða hissa þegar hann var spurður hvort við ættum ekki séns. Þeir fara í þetta verkefni í leikinn á morgun til að vinna. Ekki til að gera jafntefli, ekki til að tapa hann. Hann er náttúrulega sko búinn að verða Evrópumeistari félagsliða 2 sinnum og 3 árum og verið valinn maður úrslitakeppninnar. Og hann er nú vanur, hann og Ómar saman hana og Elvar er náttúrulega meiddur. Þeir koma með þann sigur inn í liðið. Hinir menn sem hafa með danska landsliðinu unni kannski 5 gullmedaljur. Þú veist. Og þá erum við talað bara um þá sem eru svona meðalaldrinum. Ég tók þetta saman að því að við höfum ekki komist í undanúrslit síðan 2010. En síðan þá hafa Danir gert þetta 14 sinnum. En það gæti og komist 12 sinnum í úrslit. Þannig að 12 af 14 svona leikjum. Þetta er hryllileg tölfræði. Og 12 leikin hafa verið inn og þeir hafa unnið 7 þeirra. 7 af 12 hafa verið orðið meistarar. En þetta gæti orðið þeim að falli. Búið til vanmat, skapa hroka. Maður heyrir að danskir fjölmiðlar tali bara um leikinn á morgun sem enga fyrirstöðu og hérna þetta sé bara skylduverkefni og það sé svona meira hvað gerist á sunnudaginn og ef þetta þróast þannig þá eigum við smá séns. Já, það er sagan Davíð og Góliat. Góliat er að labba þarna og sér Davíð þarna, hann verður svo trókafullur. Já. Það er sénsinn. Heyrðu, þið ætla að horfa á leikinn eða? Hann er annað kvöld, 7:30. Ert þú ekki farin að sofa þá? Nei, ég held mig vakandi. Þetta verður skemmtilegt. Ef ekki að kynna þáttinn? Jú, erum við ætlum að kynna þáttinn. Hérna í lokin þá ætlum við að ræða um það að það verið að gera Pétur Gunnarsson að heiðursdoktor upp í Háskóla. Já. Þú ert þar með viðtal við hann... Gauta Kristmannsson, þýðanda og deildarstjóra upp í Háskóla. Og svo sem ekkert mikið meira með það að segja, við förum dálítið yfir höfundaverk Péturs og hverju hann breytti fyrir til dæmis þessa kynslóð sem að fæðist 60-70 svona helst breytti mínu lífi, breytti þínu? Já, ég man eftir að bókin kom út. Það er eitt sem ég man sérstaklega eftir að þá var Ríkisútvarpið á lífi og þá var það náttúrulega mjög formlegt, það var ennþá að vera þéra fólk. En það var einhver þannig inn í Ríkisútvarpið sem að vissi það að hvaða tíðindi þetta var. Þannig að hann satt, ég man ekki með hverjum, einhverju 2 svona frekar eldri mönnum og voru að ræða meðal annars þessa bók. Þannig að ég hef oft haft þetta svona í huga því að maður verið í fjölmiðlum og svona það að jafnvel sko stóru olíuflutningaskipin verði svo að kveikja á því þegar eitthvað gerist í samfélaginu, þá verður það vakandi, þú getur ekki alltaf bara keyrt gömlu daskarinn áfram. En þetta var svo mikil tíðindi þessi bók að það var auka spjallþáttur. Ég held reyndar að þetta hafi verið tilviljun sko, að það hafi verið átt að ræða með eitthvað annað, en ég man ég hafi verið gamall, 12 ára eða eitthvað, 11 ára. Þá var ég að hlusta á Pétur ræða bókina, svo las ég hana náttúrulega. Og bara tónnin, bara fyrsta setningin og fyrsta blaðsíðan, það var bara allt annað tónn heldur maður áður síðan. Það var engin orða hluti með þessum hætti áður. Hann er vel komin að heiðursdoktorsnafnbót við opinber athöfn á morgun sem að allur almenningur getur tekið þátt í ef þið viljið fara á sína ást sína á þessum
þessu þjóðskáld okkar. Já. Herru, þú ert með bekkinn sem er íþróttahóttur? Já, ég fæ til mín Hákon Gunnarsson sem var framkvæmdastjóri HM 95 á Íslandi. Já, þegar við unnum mótið fyrirfram. En skítöpuðum í sjálfu. Þannig að þetta var mikið svona áfall og það meðal annars var vilirðið fyrir því að það byggð þjóðaröll fyrir 95. En það fórst fyrir, var ekki enn byrjað að byggja hana. Og já, svo kemur líka Víðir Sigursson, íþróttafréttamaður. Ný brottreikinn frá morgunum. Já, hann var sagt upp á morgunum. En Víðir náttúrulega, hann skrifaði núna á síðust ári 44. bókina íslenska knattspyrnu. En A48, sko, það búin að minna hann hafi sagt það. En hann nýtur þess náttúrulega að það alltaf nýtt mót. Ég veit, já, hann gerir þetta. Hann byrjar aldrei á hvítri blaðsíðu. Nei, þetta samt þetta náttúrulega. Myndir og myndatextar og passu upp á þetta allt saman. Já, sýnir að halda út svona seglu þá byrjuðu til svona einstök verðmæti, sko. Það eru margir sem hefðu gefist upp á 7. bókinni og sagt að það er ekki áhuga á þessu hætt. En hann búin einn og sér með 44. Aðdáendur hans tala þessar bækur bara sem biblíur, frábærar bækur. Já, hann segir það líka Hákon við hann. Þeir reyndar svo vissi það ekki, þeir eru vinnir. Herðu, ég ætlaði að slá á þráðin til Hilmars Þórs Hilmarssonar sem hefur svona fyllt okkur í gegnum kannski mest svona átökin inn í Evrópu og með datt í huga að heyra aðeins í honum stöðuna í Úkraínu. Það eru samningaviðræður í Abu Dhabi sem að þótt þetta sé stríðin í miðri Evrópu, þá eru Evrópumenn ekki aðilar af þeim viðræðum. Það eru bara Rússar, Bandaríkjamenn og Úkraínumenn sem eru að tala það. Það er aðeins að svona ræðum heimsmálin út frá þessu sjónarhorni því við erum búin að vera svolítið Trump megin í lífinu einhvern veginn lengi. Svo erum við með fasta þátt alltaf á miðvikudögum sem er reynsluboltar. Já. Ég held við höfum komist í gegnum þann þátt án þess að nefna Trump. Það er örugglega bara í fyrsta og eina skipti í misserum saman sem að við búum til einhvern þátt þjóðmál á þess að Trump komi fyrir. En þar ber hátt þessa slægi aftur í tíman og fram í tíman, prófkjör og spennur og formannskjör og þau náttúrulega lýsa miklum áhyggjum af verðbólgunni og vöxtunum eins og við erum að tala um og við ræðum Valgerður Rúnarsdóttir er í hópi 3 viðmælenda, Guðmundur Andri Thorsson og Hallur Magnússon eru hinn 2. Valgerður fer svolítið í gegnum lýðheilsumálin og átak til þess að vekja okkur hvað var þar skaðsemi áfengis og ræði það í tengslu við handbolta og íþróttir og fleira. Það eru 2 handboltamenn. Hallur hefur spilað handbolta og Valgerður líka. Já, Valgerður er bara mikil handbolta áhuga manneskja og bara mjög skemmtilegt spjall. Voru það með harpís? Nei, við mættum ekki með harpís til leiks í samræðinni. Þetta er prógramið í kvöld. Takk ykkur fyrir að staldra hérna við. Þakka Laufi fyrir að taka upp og senda út. En ykkur þakkaði með sem eru að horfa og hlusta og breyta þessu samtal okkar í fjölmiðlum. Áður en að auglýsingar koma hér og reynsluboltarnir svo þar og eftir. Þá minni ég á að það sem að keyrir samstöðun áfram er sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem er gert áskrifundur. Ef þú vilt slást í þann hóp þá hvet ég til þess að gera það í kvelli. Fara inn á samstöðu.is, það er hnappur sem ástendur áskrift. Þið getið skráð ykkur fyrir grunnáskriftin sem er 2.750 krónur. Þið megi borga meira ef þið viljið. Og þeir sem að kjósi getur láta áskriftan renna til félagsgjöldin í Alþýðufélaginu, það er mynd Alþýðufélagi sem á og rekur samstöðuna. Við ætlum að skjóta inn hér auglýsingum og svo koma reynsluboltar og setja hlutin í samhengi. Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Ég valdi gleði líka í krossum minn og ég set hann hægra megin frá mér séð af því að ég er rétthend og mér finnst gleði vera eitthvað sem maður þarf að velja. Ég valdi líka gleði af því að lífið er erfitt. Enginn lofað okkur að það yrði auðvelt. Þannig að maður þarf svolítið einhvern veginn að velja gleðina og vera svona riddari gleðinar. Og líka svona við hugsa að maður ætlar að bíða þangað til að allt er í lagi á öllum vígstöðum, bara að enginn sé veikur, að ekkert sé erfitt, að það sé ekkert vont í heiminu, og ætlar að bíða með gleðina þangað til þá verður aldrei glaður. Þannig að, já, gleði hægra megin að því að þú þarft að einhvern veginn
að rífi hana eða keyra hana í gang. Vera riddari gleðinnar. Ég heiti Vala Kristín og ég trúi á gleði. Jæja, krakkar, þetta síðasti dagurinn minn. Ég ætlaði náttúrulega aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta, að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ krakkar, ég nýju kennarinn ykkar. Ég búið með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Ódýr, huggulegur, skemmtilegur og öðruvísi fatamarkaður. Fatamarkaður Vorstjörnunnar, Bólholti 6, opið alla laugardaga og sunnudaga frá 1 til 4. Verið hjartalega velkomin. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.